Og þá langar mig að lokum að fara hérna yfir þessi 3 dæmi sem ég varpaði upp í stóðtímanum þá beitingu setningafræðinnar, sem sagt hvernig við getum séð möguleika til þess að nýta nú þessi hugtök og sýna kunnátt okkar í því að geta fjallað tungumálið með svona vísindalegum, málfræðilegum aðferðum. Sjáum þá hér, fyrsta málsgreinin var með spurningamerki fyrir framan. Það þýðir sem að það þykir óljóst það sem verið að reyna að segja. Það er ekki visst, maður er ekki alveg viss hvað verið að reyna að segja manni. Og hún hljómaði svona: bókin fjallar blóm sem ég keypti. Þarna sem þetta tvíræðni í gangi. Við gætum sem þetta skilið þetta þannig að annars vegar fjalli bókin eitthvað ákveðið blóm sem viðkomandi hafi keypt, svo að hann hafi sem þetta vilja eignast þessa bók til þess að fræðast það ákveðina blóm, eða að bókin sem hann hafi keypt fjalli almennt blóm. Það sem þetta ekki alveg víst þarna hvað viðkomandi á við þegar ef hann myndi segja þetta svona. Þá skulum við sjá, þá getum við spurt okkur og nýta þá líka hérna setningafræðileg hugtök. Til hvers vísar tilvísunarsetningin? Hér erum við með tilvísunarsetninguna sem ég keypti. Og grunnreglan í sambandi við tilvísunarsetningar, eins og ég nefndi áðan þegar við vorum að skoða dæmi aðal- og aukasetningar, að tilvísunarsetningin vill vera, eða á að vilja vera, við hliðin á því sem hún að lýsa. Svo að þá væri rökréttast að hún væri einfallega bara að lýsa blóminu hér. En það gæti samt hljómað dálítið óljóst, þegar maður myndi kannski frekar ímynda sér að bókin væri frekar almennt blóm, frekar en endilega bara eitthvað ákveðið blóm sem að viðkomandi hefði keypt. Svo þá getum við spurt okkur, vísar tilvísunarsetningin til frumlagsins, hérna, bókin, hún að vísa til þess og þá ekki á réttum stað, þá myndum við vilja flytja tilvísunarsetninguna hingað framar, eða vísar hún til forsetningaliðarins blóm. Og þetta sem sagt þá óljós staðsetning á tilvísunarsetningunni miðað við þá merkingu sem við getum lagt í þessa málsgrein. Dæmi þá hvernig við getum nýtt hugtök setningafræðinnar til sjá hér tilvísunarsetning, frumlag, forsetningaliður. Við erum að nota hérna alveg 3 hugtök að minnstakosti í setningafræðinni til þess að útskýra hvað getur þarna verið óljóst. Í næstu málsgrein þá hún stjörnumert, það þýðir einfallega þetta ekki hægt að segja, þetta telst vitlaust að segja þetta svona. Og það hljómaði svona: fjöldi nemenda skemmtu sér á ballinu. Hvað nú þarna að? Jú, það umsögnin, skemmtu. Frumlagið hérna í þessari setningu í eintölu. Fjöldi nemenda. Pössum okkur vel á því nefnilega orð eins og fjöldi og fólk líka, til dæmis í íslensku. Þótt þetta vísi til margra að þá þetta eintölu orð. Svo við verðum að halda samræmis milli þess þá ef frumlagið í eintölu, þá verður umsögnin líka verið í eintölu og þá á hún að vera þarna skemmti, sem fjöldi nemenda skemmti sér á ballinu. Svo þarna dæmi þá notum við hugtök eins og frumlag og umsögn, en líka málfræði hugtök eins og eintölu, og þá þurfum við að þekkja munin og eintölu og fleirtölu, og erum þannig búin að nýta hugtök setningafræðinnar í að útskýra þessi grunnatriði og málfræði hugtök til viðbótar. Í síðustu, vantar þér nýja fartölvu, hljómaði setningin og hún líka stjörnumert. Þarna erum við með málvillu sem við viljum endilega reyna að forðast, að það að aukafallsfrumlagið þarna ekki í réttu falli. Umsögnin að vanta hérna, eða sem sagt vantar, þegar við erum búin að beygja hana, hún notar aukafallsfrumlag í þolfalli athugum, svo að þess vegna verður þessi setning að vera vantar þig nýja fartölvu. Þetta auðvitað samsvarandi við mjög margar aðrar svona ópersónulegar sagnir eins og að vanta, til dæmis að þykja, finnast, að langa. Þessar þurfum við virkilega að hugsa út í sem að passa upp á að nota rétt fall á aukafallsfrumlaginu, og þá erum við hér einmitt að nýta hugtök setningafræðinnar, aukafallsfrumlag, sem þegar við erum með frumlag sem ekki í nefnifalli, heldur einhverjum af aukaföllunum, þá kallast það aukafallsfrumlag, svo að við þurfum þá að þekkja þetta hugtak, og líka gætum við nefnt, því ég hef nú ekki skráða hérna á lausnina, hugtakið ópersónulega sögn, og því það þessi grunnregla að ópersónulegar sagnir taka með sér aukafallsfrumlag. Það samhengi þar á milli sömuleiðis.
Svo þetta eru svona 3 einföld dæmi hvar við getum sýnt kunnáttu okkar í setningafræðinni og í málfræði almennt og beitt þessari kunnáttu á setningar sem eru þá mögulega alveg vitlausar eða þá óskýrar.